Rúnar, hvernig meturðu svona frammistöðu þíns liðs í kvöld? Ég myndi segja að hann var mjög góð í svona 60 mínútur. Fyrstu 30 kannski ekki alveg nægilega góðar. Og svo við höfum kannski verið aðeins með boltann inn á milli þar en þá þrýstu þeir okkur dálítið mikið niður og við vorum kannski ekki alveg eins öflugir í pressunni og við ætluðum okkur að vera en það breytist eftir 2-0 markið og eftir það erum við bara mjög flottir það sem eftir lifir leiks finnst mér og minkum munum fyrir hálfleik og förum með mikið sjálfstraust út í seinni hálfleikinn og ætlum að reyna að jafna og gera þeim erfitt vik að spila og við gerum það svo sannlega en svo fáum við eina skyndisókn í andlitið 3-1 og þá er þetta aftur orðið erfitt en við héldum áfram og skorum og minkum munum í 3-2 og þá er ennþá 9 mínútur eftir leiknum og það er mikill tími og við pressuðum þá alveg fram á síðustu sekundu í að reyna að ná fram jöfnunarmarki en það brottuði ekki til. Hvað hefur þurft að gerast til þess að það væri 2-2 frekar en 3-1? Hvað getum við gert betur? Mér fannst við ekki koma boltanum nægilega oft inn í vítategin. Við vorum með mjög góðan fyrirgjafarstöðum í fyrrhálfleik og komum okkur í góðar stöður. Við komum okkur ekki alveg nægilega mikið í þær í síðari og vorum kannski aðeins að snerta boltanum eins og oft áður við reyndum að koma inn í tegin því að það var að valda þeim smá vandamálum í fyrrhálfleik fannst mér en við gerðum minna því í síðari en þú veist, meðan það er bara 1 mark í þessu þá er þetta alltaf leikur og Víkingar við vissum að ef þeir fengju eina góða skyndisókn og eins og þeir skoru úr 3-1 þá vissum við að þetta er erfitt þá en við komum samt tilbaka og héldum áfram og sýni karakter í liðinu og ég er gríðarlega stoltur af strákunum að hafa stigið upp og haldið áfram og klára leikinn og gefið þeim leik hérna í 99 mínútur. Vinnið og tapið til skiptis, hvað var þetta svona að ná 2 sigrum í röð og ná svona smá rönni? Já, ég meina það er bara að halda áfram að æfa vel og hafa trú á því sem við erum að gera. Ég meina við erum mjög nálægt því að stríða Víkingum hérna og ná okkur stig en hérna fáir búist við því væntanlega. Þannig að við vitum alveg hvað við getum og við vitum að við getum alveg bætt okkur líka en við þurfum að þú veist, kannski aðeins verjast örlítið betur en við gerum í dag en eins og segi Víkingar með frábært lið og þú veist, það er alveg viðbúið að þeir geti skorað mörk en kannski fyrir mikið að fá þessu 3 í dag fannst mér með að við svona hvernig leikurinn var. Gummi byrjar á bekknum þinn fyrirliði, hvernig er hann að taka því hlutverki 2 leikir í röð? Bara, þú veist, hann er bara hluti á hópnum eins og allir aðrir og við höfum átt fínt samtal hjá Gummi og þetta, hann var hann óöpinn því að hann var í toppformi þegar mótið byrjaði og hefði byrjaði í fyrsta leik en ekki meitt sig og þá er einhver annar sem fær sénsinn og hann tekur hann og þú veist, við höfum bara gott samtal og hann eins og aðrir sem eru ekki í hóp eða ekki á bekk og í dag þurfti ég að skilja leikmenn eftir fyrir utan hóp líka sem er aldrei gaman fyrir þjálfara að gera. Þetta er bara hluti af því að vera með breiðan og góðan hóp. Við þurfum að hafa breidd því að það koma meiðsli og koma leikbönn og í dag eru bara allir heilir og þá þarf ég að skilja 1 til 2 leikmenn eftir upp í stúku í rauninni og geta ekki verið í hóp og það er bara hluti af þessu og það þurfa allir að taka þátt eða ætlum að ná ára saman og þá þurfa menn stundum að sætta sig við að vera á bekknum og fá færri myndur en reyna þá nýta tækifæri sem þau koma. Heilt yfirborð, hvernig metur þessu byrjun? Já, ég er ekkert sérstaklega sáttur við 60 eftir 5 leiki en við höfum átt mjög góða kafla og við höfum átt góða leiki líka en við höfum dottið niður á milli en þessum 5 leikjum við höfum búin að spila við Breiðablik og Víking sem er alltaf, þú veist, kannski talað 2 bestu liðin í deildinni, þú veist, fyrir mót, hvort sem það sé rétt eða ekki en hérna ekki margir sem kannski hafa reiknað með því að við varum að taka stig að þeim en við þurfum að gera kannski bara betur því að nú erum við að fara að spila þessi lið sem kannski við höldum að við getum unnið en hérna það er aldrei neitt sérstaklega betra sko, það er alveg jafn erfitt og jafn krefjandi fyrir leikmenn og alla þannig að þú veist, við erum erfið að leik næst aftur útvöldu út Stjörnunni sem er bara mjög hörkugott lið og þannig að ég held að við höfum bara, þú veist halda rólega áfram, halda áfram byggja það sem við erum búin að gera núna og mér finnst við vera flottir og ég er ánægður með strákana, ég er ánægður með hugarfarið og ánægður með það sem þeir leiki í leikinu eins og núna í dag og ég sé að við eigum alveg bjarta framtíð. Takk.